Hvernig tryggir Póli fjárhagslega hagsmuni sína? Í dag eru miklu fleiri og fjölbreyttari sambandsform en var og ég hef alveg séð að ungt fólk miklu opnara með alls konar heldur en miðaldra fólk og eldra. Þannig að líklega svona þekktasta nýja sambandsformið pólísamband eða fjölástasamband og það virkar einfaldlega þannig að þá ertu með par og það getur síðan átt í ástasambandi við aðra aðila og það sem ég aðeins farin að sjá að par fær sér sameiginlega kærustu og þá þarf maður svolítið að spyrja sig hvernig eru hagsmunir pólíkærustuna tryggðir því að segjum þetta yrði bara langtíma samband og pólíkærustan og hjónin yrði bara saman í 15-20 ár. Þau fara jafnvel að búa saman, pólíkærustan eignast barn og hún ákveður bara að vera heimavinnandi og vera bara að njóta þess að vera heima og alveg börnin og þá spyr maður sig, svo slitnar upp í sambandi til 5 eða 10 ár, hvaða réttindi hefur pólíkærustan? Hún hefur engin réttindi því það engin lög á Íslandi sem tryggja svona sambandsform. Þannig hún bara búin að vera heimavinnandi, hún hefur engin laun, hún hefur ekki búin að borga í séreignarsparnað, hún hefur ekki búin að borga í lífeyrissjóð og hún hefur, segjum til dæmis bara annað hjónanna deyr, hún hefur engan erfðarétt. Þannig að ég myndi ráðleggja allir sem að skoða óhefðbundin sambandsform að byrja á því að skoða fjárhagslega hagsmuni sína. Þannig til dæmis ekki fara að búa með hjónum því að þau hafa allt tryggt sín megin nema að þú fáir hreinlega erfðarétt. Það sem bara gerð erfðaskrá og þar má ráðstafa 1/3 eignunum til 3. aðila. Þannig að þó að þetta sé gaman og skemmtilegt, þá þarf maður að horfa hvar stend ég eftir 5 eða 10 ár og hvar vil ég vera með mína fjárhagslega hagsmuni. Þannig að í upphafi skyldi enda að skoða, alltaf að skoða út frá hvað að versta sem getur komið upp á og hvernig kem ég vel út því.